5. íhugun, ljósið. Þér er óhætt að treysta og hvíla. Nærvera Guðs umlykur þig. Guð heldur utan þig. Þú ert ekki ein. Þú ert ekki einn. Hann er hjá þér. Legðu óviðkomandi hugsanir frá þér. Nú ætlarðu að slaka á. Slakað á vöðvanum sem liggur þvert yfir ennið. Finndu spennu líða úr honum. Slakað á vöðvanum sem liggur á milli augnanna. Láttu þreytu líða úr augnlokum. Láttu þau hvílast og verða þung. Láttu tunguna hvíla við tennur í neðri góm. Hafðu örlítið bil milli varanna. Finndu spennu líða úr kjálkum. Beindu athygli þinni að öxlum. Láttu spennu líða úr. Gefðu eftir og slakaðu á. Láttu hendur og handleggi hvíla þungt með hliðum. Finndu spennu hverfa. Handleggir hvíla nú heitir, þungir og slakir. Beindu athygli þinni að baki, frá hnakka og niður eftir hryggjarliðum, að rófubeini. Finndu spennu fara og slakaðu á. Beindu athygli þinni að kviðvöðvum og gefðu eftir í þeim. Finndu spennu hverfa. Slakað á vöðvum framan á lærum. Og síðan aftan á lærum. Finndu spennu líða úr. Slakaðu á kálfum. Finndu hvernig fætur þínir verða þungir og hvíla þungir þar sem þú liggur. Þú hvílir í Guði.
Jesús ljós heimsins. Jesús hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann. Þegar Jesús fær að lýsa upp líf þitt, verður þú að ljósi. Láttu ljós þitt skína, því að dýrð Drottins kemur og lýsir á þig. Sjáðu þig umlukta og umluktan ljósi. Andaðu að þér ljósinu og leyfðu því að streyma þig. Andaðu niður í maga, finndu kviðinn þenjast út, fylltu þig af ljósi. Andaðu hægt og rólega inn nefið, niður í maga, fylltu líkama þinn af ljósi. Andaðu hægt og rólega út munninn og tæmdu lungun. Andaðu hægt og rólega niður í maga. Ljósið þéttist og þéttist. Andaðu hægt og rólega út aftur. Láttu ljósið streyma óhindrað þig. Andaðu hægt og rólega inn nefið, niður í maga. Sökktu þér dýpra og dýpra í ljósið. Andaðu hægt og rólega út munninn og tæmdu lungun. Finndu þegar þú andar að þér, hvernig þú hverfur inn í ljósið. Þegar þú andar frá þér, getur þú fundið hvernig allur líkami þinn fyllist ljósi. Andaðu hægt og rólega inn nefið, niður í maga og þú hverfur inn í ljósið. Andaðu hægt og rólega út munninn og ljósið fyllir líkama þinn. Ljósið þéttist og þéttist og streymir út frá þér. Andaðu hægt og rólega niður í maga og þú hverfur inn í ljósið. Andaðu frá þér og líkami þinn fyllist ljósi. Andaðu niður í maga og þú hverfur inn í ljósið. Andaðu frá þér og ljósið fyllir líkama þinn og upp í höfuð. Andaðu niður í maga og þú hverfur inn í ljósið. Andaðu frá þér og ljósið fyllir þig fram í fingur og niður í tær. Andaðu niður í maga
og þú hverfur inn í ljósið. Andaðu frá þér og ljósið streymir inn í brjósthol þitt og niður í kvið. Jesús er ljósið. Hann fyllir líf þitt. Til að ná enn dýpri slökun og tengingu getur verið hjálplegt að sjá fyrir sér lyftu og upplifa hvernig lyftan færist neðar og neðar. Sjáðu núna fyrir þér í huganum lyftudyr. Sjáðu lyftudyrnar opnast. Farðu inn í lyftuna. Sjáðu lyftudyrnar lokast að baki þér. Líttu á takkana. Sjáðu, þú ert á 10. hæð. Ýttu á þá fyrstu. Fylgstu með ljósinu sem kviknar í tökkunum og fyndu þegar lyftan færist neðar og neðar. 9. hæð, 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1. Sjáðu lyftudyrnar opnast. Stígðu út úr lyftunni. Hvað sérðu? Ef þú sérð ekkert, hvað skynjarðu? Ertu úti eða inni? Er dimmt eða bjart? Finnurðu lykt? Sérðu liti? Er eitthvað sem snertir þig? Sérðu aðskota hluti? Er rót eða regla? Ertu ein eða einn? Eða er einhver hjá þér? Er Jesús hjá þér? Ef ekki, bjóddu honum þá að koma til þín. Sjáðu hann nálgast þig.
Hvar er hann núna? Er hann nálægt þér eða langt í burtu? Langar þig að biðja hann að koma nær? Segðu: Jesús, viltu koma nær? Sjáðu að nálgast þig. Talaðu við Jesú það sem þú sérð og upplifir. Hvað viltu að hann geri fyrir þig? Segðu honum frá líðan þinni. Findu þig eins nálægt Jesú og þú treystir þér til. Líttu í augu hans og findu þig nána og náinn honum.
Þegar þú ert tilbúin að yfirgefa leynistaðinn þinn, skaltu koma með lyftunni upp aftur. Sjötta íhugun, friður. Komdu þér vel fyrir, slepptu nú taki á hugsunum varðandi lífið þitt. Þessi stund er gjöf Guðs til þín, njóttu hennar. Njóttu þess að sleppa takinu og leyfa Guði að mæta þér. Finndu hvernig líkaminn þinn hvílir þungur þar sem þú liggur. Hafðu fætur örlítið útskeifa og smá bil
á milli þeirra. Hendur liggja niður með síðum. Neðri kjálki slakur. Lokaðu augunum og gefðu eftir. Þú getur lagt líf þitt í hendur Guðs. Andaðu nú djúpt að þér í gegnum nefið niður í maga. Finndu magann lyftast. Andaðu frá þér út munninn. Finndu hvernig maginn dregst saman. Andaðu að þér friði Guðs. Og andaðu frá þér því sem þú vilt fela honum. Andaðu aftur djúpt að þér niður í maga. Andaðu frá þér og segðu við sjálfa og sjálfan þig: treystu, slepptu. Ef hugsanir leita á huga þinn, horfðu á þær og leyfðu þeim að líða hjá eins og ský á björtum himni. Beindu athygli að líkama þínum. Finndu fyrir vöðvum. Finndu fyrir hjartslætti. Finndu fyrir öndun. Finndu loftið sem kemur inn og fer aftur út. Vertu inn í þér og finndu, tengstu tilfinningum þínum. Njóttu þess að slaka á, örlítið meira og meira. Leyfðu öllum líkamshlutum að slaka á. Finndu hvernig spenna líður burt og vellíðuna tilfinning og friður tekur við. Beindu nú athygli þinni að andliti þínu og finndu hvernig þú gefur eftir og slakar á í andlitsvöðvum. Ennið verður slétt og ylur færist yfir það. Finndu fyrir augum og vöðvum í kringum þau. Finndu hvernig slökunin vex í vöðvunum við hvern andardrátt. Augnlokin verða þyngri og þyngri. Munnurinn örlítið opinn
og neðri kjálki, þungur og slakur. Allir andlitsvöðvar eru þungir, heitir og slakir. Finndu fyrir öxlum og efri hluta baks. Leyfðu slökun að breiðast yfir axlir og bak. Í hvert sinn sem þú andar frá þér, gefurðu meira og meira eftir. Finnur hvernig vöðvarnir verða þungir, mjúkir og slakir. Beindu athygli að handleggjum og höndum. Finndu hvernig handleggir verða þungir, hendur hvíla þungt og fingur verða þungir, heitir og slakir. Gefðu eftir og finndu hvernig slökun breiðist niður handleggi, hendur og fram í fingur. Beindu nú athygli að brjóstholi og finndu slökun og vellíðan breiðast yfir brjóst og magasvæði. Finndu innri frið, ró og vellíðan vaxa. Andaðu að þér öllu því góða sem Guð vill gefa þér. Opnaðu þig fyrir honum, hleyptu honum að þér, taktu á móti honum, leyfðu honum að fylla þig og andaðu frá þér áhyggjum og því sem íþyngir þér og felldu Guði það. Friður og ró færist yfir þig, þú ert umvafin himnesku ljósi og kærleika Guðs. Finndu nú fyrir vöðvum í mjöðmum, lærum og kálfum. Slakaðu meira og meira á. Láttu slökun flæða niður í fætur og finndu hvernig mjaðmir, læri og fótleggir verða þungir, heitir og slakir. Finndu fyrir fótum og hverri tá. Finndu hvernig tærnar verða afslappaðar og slakar. Leyfðu allri spennu að líða burt úr fótum og tám. Nú ríkir algjör slökun í líkama þínum. Hann er þungur, heitur
og slakur og þér líður vel. Þú finnur fyrir innri ró og friði. Njóttu þess nú að hvíla í djúpri slökun og elsku Guðs sem umlykur þig. Þegar þú beinir athygli þinni að önduninni, kemur ró og friður yfir þig. Þú hverfur frá yfirborði og fer dýpra inn í þig. Þú hverfur frá huga til hjarta. Dragðu nú hægt og rólega djúpt að þér andann niður í maga. Haltu andanum í smástund og andaðu síðan rólega út aftur. Tæmdu lungun. Ást Guðs er eins og mikið og endalaust haf. Þú getur drekkt þar öllum kvíða og öllu neikvæðu sem í lífi þínu er. Í Guði er upphaf og endir alls. Þú kemur frá Guði og snýrð aftur til hans. Hugsaðu þér að þú sért lækur. Guð er bæði uppsprettan og hafið. Lækurinn streymir frá uppsprettunni til hafs. Ef hann streymir ekki áfram, fúlnar hann. Ef hann streymir stöðugt áfram, verður vatnið ferskara. Þú ert lækur sem streymir úr uppsprettu, streymir áfram og áfram alla leið til hafs. Þú streymir frá Guði til Guðs. Þú kemur frá Guði og snýrð aftur til hans. Andaðu að þér og finndu lifandi vatn streyma fram. Andaðu frá þér og streymdu til hafsins, til Guðs. Láttu ekkert fara til spillis. Þú ert einn og sami straumurinn. Ef þú hefur flætt yfir bakka þína,
og myndað hliðarfarvegi, beindu þér aftur tilbaka í farvegðinn, rólega og átakalaust. Hugsaðu bara að streyma til hafsins. Andaðu hægt og djúpt niður í maga. Andaðu frá þér hægt og rólega og streymdu inn í Guð. Lækurinn rennur út í hafið og sameinast því. Streymdu út í hafið, týndu þér í Guði, ekki halda í neitt. Andaðu frá þér til fulls, færð honum allt og leyfðu þér að streyma inn í hann og hverfa inn í hann. Jesús hjá þér. Finndu gleði og undrun. Sjáðu hvernig ásýnd hans ljómar. Hann hjá þér. Sjáðu hann opna faðm sinn fyrir þér. Finndu hlýju og umhyggju streyma frá honum og til þín. Hlustaðu á milda rödd hans segja við þig: friður sé með þér. Finndu friðinn streyma inn í þig. Opnaðu þig fyrir friði hans sem að streymir til þín. Finndu óttann hverfa þegar friðurinn streymir inn í þig. Finndu hrifningu og gleði þyrlast þig. Leyfðu þér að snerta hann og kyssa. Brostu til hans. Hann lifir og hjá þér. Hlustaðu á hann segja við þig: meðtaktu heilagan anda. Leyfðu honum að anda á þig. Upplifðu hlýja golu, snerta blíðlega vanga þinn. Finndu kyrrð og dásamlegan frið. Finndu kærleika hans streyma inn í hjartað þitt. Leyfðu því að ljúkast upp fyrir þér hve heitt Jesús elskar þig. Finndu áhyggjur hverfa, þér óhætt. Finndu frelsi hið innra.
Leyfðu fjötrum að falla af hjarta þínu. Finndu frið Guðs streyma inn í þig og fylla þig. Hverjar svo sem aðstæður þínar eru og hver sem líðan þín þá Jesús hjá þér núna. Þú verður aldrei ein og aldrei einn. Jesús alltaf hjá þér. Opnaðu hjarta þitt fyrir honum. Dragðu djúpt að þér andan. Jesús andar á þig. Friður hans streymir frá honum til þín. Opnaðu þig og taktu á móti. Leyfðu honum að fylla þig. Sjöunda íhugun, kyrrlátur garður. Slakaðu á og láttu fara vel þig. Lokaðu augum
og hvíldu þig. Guð svarið við innri óróleika þínum. Hugsaðu núna nærveru Guðs þar sem þú hvílist. Finndu fyrir kærleika Jesú. Hann hjá þér. Andaðu djúpt og dragðu andan frá tám upp fótleggi, kviðvöðva og brjósthol. Andaðu að þér óskilyrtri elsku Guðs og fylltu andrúmslofti kringum þig. Andaðu hægt og áreynslulaust og haltu áfram að draga djúpt að þér andan frá tám og upp fótleggi, kviðvöðva og brjósthol. Dragðu aftur að þér andan frá tám upp fótleggi, kviðvöðva og brjósthol. Andaðu að þér ást Guðs og fylltu andrúmslofti kringum þig. Andi Guðs fyllir heiminn og andi Guðs býr í innsta eðli þínu. Andi Guðs andar í þér. Dragðu að þér andan frá tám upp fótleggi, kviðvöðva og brjósthol. Andaðu að þér ást Guðs og fylltu andrúmsloftið kringum þig. Andaðu djúpt að þér og bið heilagan anda að fylla þig. Andaðu hægt og áreynslulaust. Fylgstu með hvernig maginn þenst út þegar þú andar að þér og dregst saman þegar þú andar frá þér. Finndu fyrir anda Guðs sem andar í þér. Vertu í kærleiksflæði Guðs. Kærleikur Guðs ótæmandi og takmarkalaus. Taktu þátt í að fylla heiminn af anda Guðs, af kærleika. Taktu á móti kærleika Guðs þegar þú andar að þér og andaðu kærleika Guðs yfir allt sköpunarverkið. Blessun streymir frá hjarta þínu til þeirra sem þú beinir athygli þinni að. Þegar þú andar frá þér, andaðu hægt og áreynslulaust og beindu kærleiksflæðinu til hægri og vinstri. Fram fyrir þig og aftur fyrir þig. Umvefðu þína nánustu með kærleika þegar þú andar frá þér. Umvefðu þau sem standa þér næst og láttu kærleikan streyma til þeirra. Nú skaltu stækka hringinn og umvefja alla nágranna þína og alla sem búa í bæjarfélagi þínu. Þú andar að þér hægt og áreynslulaust og andar frá þér kærleikanum.
Andaðu að þér hægt og rólega og fylltu þig af kærleika Guðs. Andaðu frá þér kærleikann. Andaðu að þér og fylltu þig af kærleika Guðs. Og andaðu frá þér og beindu kærleiksflæðinu til allra íbúa landsins og allra íbúa heimsins. Beindu nú kærleiksstreymi þínu til þeirra sem þér í nöp við, til þeirra sem þú átt erfitt með að líta réttu auga. Finndu hvernig tenging þín við Guð vex. Kærleikurinn vex í lífi þínu. Friður og nærvera Guðs vex. Svona getur þú elskað og tekið virkan þátt í kærleiksstreymi Guðs og eitthvað dýrmætt gerist innra með þér. Beindu athygli þinni að fótum þínum og hvíldu með þá í blessun Guðs. Nú skaltu beina athygli þinni að fótleggjum. Leyfðu þeim að hvíla í blessun Guðs. Beindu athygli þinni að lærum og sitjanda. Hvíldu með læri og sitjanda í blessun Guðs. Beindu nú athygli þinni að grindarbotni og kvið og leyfðu blessun Guðs að streyma líffærin. Hvíldu í blessun Guðs. Beindu athygli þinni að hryggsúlunni. Fikraðu þig í huganum upp hryggjarliðina og leyfðu þeim að hvíla í blessun Guðs. Leyfðu Guði að vera styrkur þinn. Leyfðu honum að halda þér uppi. Beindu athygli þinni að höndum og láttu þær hvíla þungt. Leyfðu þeim að hvíla í blessun Guðs. Beindu athygli þinni að handleggjum og hvíldu með þá í blessun Guðs. Beindu nú athygli þinni að öxlum og hnakka og hvíldu með axlir og hnakka í blessun Guðs. Legðu höfuð þitt í hendur Guðs og hvíldu með það í blessun hans.
Hugsaðu nú ennið, augnbúnað og augu og hvíldu með þau í blessun Guðs. Beindu nú athyglinni að kjálkaliðum og hvíldu með þá í blessun Guðs. Beindu athygli að hálsinum og hvíldu með hann í blessun Guðs. Nú skaltu beina athygli þinni að brjóstholi. Leyfðu blessun Guðs að fylla þig. Leyfðu blessun Guðs að streyma lungu þín og hjarta. Nú færðu tækifæri til að skapa kyrrlátan garð í huga þínum. Garðurinn getur átt sér fyrirmynd í raunverulegum garði eða einhverjum stað sem þú heimsótt. En þú getur líka búið hann allan til í huga þínum. Í þennan garð kemur Jesús og reyndu að ímynda þér samtal milli þín og hans. Hafðu augun lokuð en haltu athyglinni óskertri. Ímyndaðu þér að þú sért úti og standir fyrir framan dyr á háum vegg. Þú hefur það á tilfinningunni að eitthvað gott bíði þín bak við dyrnar og að einhver vilji að þú komir þangað. Dragðu lokuna frá og opnaðu dyrnar. Dyrnar opnast inn í garð sem lokaður af. Garðurinn vel hirtur og gróðursæll. Malarstígar liggja á milli blómabeða og grasflata. Hér og hvar eru bekkir til að sitja á. Trjágreinar slúta yfir vegginn og af þeim má lesa ávexti og rósir.
Vaktu nú þennan garð í huganum. Hvað sérðu? Hvaða árstíð skyldi vera? Hvernig veðrið? Hvaða jurtir eru í blóma? Eftir hvaða litum tekur þú og hvernig blandast þeir saman? Sérðu merki þess að einhver hafi farið garðinn? Eða þetta villigarður? Ímyndaðu þér hljóðin sem berast frá garðinum. Hvað heyrirðu þegar þú lokar augunum og leggur við hlustir? Hvaða lykt finnurðu? Leyfðu angan garðsins að leika við þín stund. Nú skaltu velja þér einhver staðar sæti í garðinum og tylla þér niður. Sætið þægilegt fyrir bak og fætur? Það kalt eða heitt? Mjúkt eða hart? Siturðu í skugga eða leikur sólin þig? Þegar þú situr þarna, þá kemur Jesús til þín. Hann sest hjá þér og gleðst yfir því að hitta þig, enda hafði hann vonast til að þú kæmir. Hvernig heilsar hann þér? Horfir hann á þig leið og hann sest niður? Hvernig líður þér þar sem þú situr við hlið hans í garðinum? Jesús spyr þig hvað þú sért að hugsa og hvað það sem sækir á huga þinn? Ímyndaðu þér núna það sem þú myndir segja honum. Hvernig skyldi hann hlusta? Og hvernig svarar hann þér? Nú spyr hann þig hvers þú þarfnist í dag og hvað þú myndir vilja að hann gæfi þér. Reyndu að sjá í huganum og heyra hvernig samtal ykkar fer fram. Hlustaðu á það sem hann hefur að segja þér.
Þegar samtalinu lokið, kveður þú Jesú og gengur út úr garðinum. Lokar dyrum að baki þér og við blasir þín veröld, ys og þys hversdagsins. Hvað tókstu með þér úr garðinum? Hugsaðu nú stund hvernig þér líður.